Hvað geri ég nú? Ég veit! Ég skreyti þær bara með glassúr og hengi þær upp sem jólaskraut. Sníðugur ég. Já, má ég nú sjá. Þá nú bara halda áfram hérna. Hvað á ég nú eftir þetta? Já, lyftið upp þá eftir þetta. Það var bara þetta smá að því, má ég sjá. Svona, Nei, ég verð að setja aðeins meira, má ég sjá. Svona. Bara, ég set smá meira. Svona. Vel að þessu. Svona má ég sjá. Já. Og síðan nú bara að taka þetta og breiða yfir þetta. Svo komist ekki flugur í þetta. Má ég sjá. Visku tekið yfir þetta. Og svo bara að leyfa þetta að hefa sig á meðan við horfum á smá barnaefni. Blessa með hann. Já. Best að bara þrífa hérna. Komin í húsið þitt, við komin í húsið þitt. Drottinn frá dauðanum, við skulum lofa hann. Vann sigurinn með syndunum, hvað get ég annað gert en að lofa nafnið hans. Ég vil lofa nafnið hans. Ég vil lofa nafnið hans. Ég vil lofa nafnið hans. Sáuð þið einhvern? Ég hélt það væri einhver að laumast á eftir mér. Komið sæl krakkar og gústala gú. Það er margt á sveimi í dag. Í dag er nefnilega 13. Og þá fer síðasti jólasveinninn aftur heim til Grýlu og Leppalúða. Það er hann Kertasníki, nei blessaði Kertasníki minn. Já, hann fór framhjá hérna rétt áðan. Ég gaf honum nefnilega kerti sem ég átti eftir. En í dag, 13. fara álfar og huldufólk á kreik. Maður getur ekki séð þau, en þau eru alls staðar í kringum hann. Það er allt fullt af álfum. Ég er ekki að tala einhverja svona kjána sem eru þó álfar út úr hól. Nei, ég er sko að tala alvöru álfa sem búa í steinum og klettum. Svo eru þumir álfar sem eru pínu litlir og búa í blómum, þeir heita blómálfar og ég held að þeir séu með vangi. Svo eru búálfar, þeir eiga heima í húsunum okkar, þeir eru bara svo litlir að við sjáum þá ekki. En kannist ekki við það að stundum leggum maður hlut frá þér á alveg ákveðinn stað. Svo bara getur maður ekki fundið hann aftur. Alveg sama hvað maður leitar og leitar. Þeir eru bara svo litlir að við sjáum þá ekki. En kannist þið við það að stundum leggum maður frá þér einhvern hlut á alveg ákveðinn stað, já, til dæmis inn á borðið, og svo bara getur maður alls ekki fundið hann aftur, alveg sama hvað maður leitar og leitar. Svo, allt í einu, er hann kominn á sama staðinn aftur. Þá hafa, skal ég segja ykkur, búálfarnir fengi hlutinn lánaðan og skila honum síðan aftur. Það er til dæmis eitt sem ég er alltaf að tína. Það er annar þokkurinn minn. Maður tínir alltaf öðrum þokknum. Og maður bara getur ekki verið bara með einn þokk. Ég held að búálfarnir taki alltaf annan þokkinn og skila honum síðan ekki aftur.
En til hvað ætli búaláti noti einn þokk? Hei, þarna eitthvað. Nei. Þetta örugglega álfur. Ég ætla að kíkja á hann, blessa með hann. Það verður sko gaman að sjá hann. Kannski get ég séð einhverja hér á tunglinu. En hvar var nú frímerkið mitt? Ég bara finn það hvergi. Ég var með það hérna rétt áðan. Ætli einhver álfar hafi fengið það lánað? Nei, hvað getur það verið? Ég verð að hafa frímerki á þessu umslagi. Annars vill pósturinn ekki bera það út og þá fæ ég engan stjörnuþjónuga. Vandræði. Bíðum við. Má ég sjá. Hvað Hvað liggur hérna á jörðinni? Ekki það frímerki, það ekki svona vont að reka því það. Má ég sjá. Hvað þetta? Vitið þið hvað þetta krakkar? Má ég sjá. Þetta sólstóll. Sólstóll miðjan vetur. Það hefur einhverju gleymt honum hérna í sumar. Þetta skemmtilegir stólar vegna þess að það hægt að leggja þá alla saman. Má ég sjá. Svona eins og þessir. Maður tekur það svona í sundur og já, nei, heyrðu, hann eitthvað stífur þessi. Maður þarf nefnilega að vera svona ábúðslega klár ef maður á að geta verið til að geta tekið svona stól í sundur. Eiginlega þarf maður að vera ábúðslega rosalega klár. Já, svona klár eins og ég. Heyrðu, býttu, það eru eitthvað bilaður hérna. Núna skulið þið bara horfa á smá barnefni á meðan ég tek þennan sólstól í sundur. Næst þið þjáðu mig, þá sít ég bara í þessum stól og góða skemmtun. Hvað skildi nú samt frímerki mitt eiginlega vera? Kissa, greiða sér, klóra sér, veifa, Superman! Góðan daginn krakkar og velkomin á Fætur Agústalagú. Vitið það, ég búinn að vera á fótum síðan snemma í morgun. Eiginlega ég búinn að vera vakandi í alla nótt. Kannist ekki við það að stundum maður svo spenntur að maður bara getur alls ekki sofnað. Og svoleiðis var einmitt með mig í nótt. Ég var svo spenntur að ég gat ekki sofnað sama hvað ég reyndi. Ég reyndi að syngja mig í svefn, telja kindur, ein kind, hugsa eitthvað rosalega leiðinlegt og líka bara hugsa ekki neitt. Það alveg sama hvað ég gerði, það bara gekk ekkert upp. Ég var nefnilega svo spenntur að sjá nýja stjörnukíkinn minn. Viljið ekki sjá hann? Pósturinn kom með hann á hann. Ég skal sýna ykkur, komið þið. Tadam! Finnst ykkur hann ekki glæsilegur? Hann meira þá flottar enn á myndinni. Jæja, nú ætla ég að skoða stjörnunar svolítið með þessum frábæra stjörnukíki. Vitið hvað ég ætla að gera fyrst? Ég ætla að skoða tunglið og athuga hvort það sé satt sem að vinkona mín, hún Hagamúsin, segir að það sé úr osti. Blessa með hann og góða skemmtun. Býðum við, hvað nú hér? Tunglið köflótt? Nei, heyrðu. Þetta var bara fótbolti sem krakkarnir voru að leika sig með. Blessa með hann. Já, heyrðu, þarna, já. Svona þetta, já. Vitið þið út af hverju? Bara svona BOOM! Auðvitað dettum við ekki hérna uppi. Við bara stöndum svona. Ég skal segja ykkur af hverju. Það vegna þess að það eitthvað afl sem heitir þyngdarafl sem heldur okkur föstum við jörðina. Hvar sem við erum á jörðinni. Það ekki eins og þegar við förum hérna einhvers staðar þá bara förum að halla þeim.
Þetta afl er eins og segulstál eða eitthvað svoleiðis. En ég hef verið að kíkja í stjörnusjónauka minn og stundum hef ég hugsað með mér ætli það séu kannski einhverjir á einhverju stjörnu sem er að kíkja á okkur. Kannski er einhver héri lengst út í geimnum á einhverju stjörnu og þessi héri á kannski svona rosalega frábæran stjörnukíki. Og kannski er hann að kíkja á mig, ja, eða þig. Nú skulum við bara kíkja á smá barnaefni. Góða skemmtun! Hvað var ég að gera við það? Ég ætla að færa þetta aðeins. Allt í lagi. Galið. Ég vil nú ekki detta samt aftur. Svolítið aumur í rassinum ennþá. Býðum við. Það er það. Vá! Ég sé það aftur. Ég held að þetta sé fljúgandi diskur. Ekki svona diskur sem maður borðar af, heldur geimfar. Passaðu þig á fjallinu! Vá, þarna munaði mjóu. Nei. Hvað? Það féll til jarðar. Brotlendi. Sést ekki. Hvað er að gerast hérna, ha? Nei, krakkar, halló, washing, maka. Já, við. Það er kannski best að þið horfið bara á smá barnaefni á meðan ég reyna að losa mig. Góða skemmtun. Og þegar ég slökkti ljósinn og ætlaði að fara að sofa, þá heyrði ég alls konar draugaleg hljóð. Eins og eitthvað væri undir rúminu mínu. Kannski vofa eða skrímsli. Ég hef nú alltaf verið svolítið hræddur við skrímsli. Og þá kveikti ég ljósið og gægðist undir rúm. Og vitið þið hvað var undir rúminu mínu? Það var ekkert. Ekkert. Og þá hætti ég alveg að vera hræddur þangað til ég heyrði svona. En það var bara vindurinn sem heyrðist í trjágreinunum fyrir utan. Heppinn að það skildi ekki vera draugur eða eitthvað svoleiðis. En svo þegar ég sofnaði loksins, þá dreymdi mig alls konar drauga og vofur og svoleiðis leiðindapakk. En núna er ég ekki hræddur lengur. Þetta hefur kennt mér að vera ekki að horfa á bannaðar myndir og svoleiðis. Aftur á móti er ég svo syfjaður að ég ætla að fá mér smá blund á meðan þið horfið á barnaefni. Góða skemmtun! Og góða nótt! Mamma!